Komið sæl, ég heiti Elva Dröfn og mjög góð vinkona Auðbjargar og þegar hún bað mig að lesa smá kafla úr bókinni sinni að þá fannst mér það bara mikill heiður og hef valið 2 stutta kafla til að lesa og fyrri kaflinn á blaðsíðu 72 og heitir Tetris hjúkrunarfræðingur og af hverju ég valdi þennan kafla. Það kannski vegna þess að ég sjálf hjúkrunarfræðingur og mér brá mjög mikið við að lesa þetta og þetta snerti mig virkilega og þetta áminning til mín að gefa mínu skjólstæðingum alltaf 100% athygli og láta þá alltaf vera númer 1 þegar ég í vinnunni. Og ég ætla þá að lesa þetta stuttur kafli. Tetris hjúkrunarfræðingur. Þetta augnablik í samskipti við hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökunni líður mér aldur og minni. Ég skil Jóel eftir inn á vakt á meðan ég fer í sjoppuna einhvern tímann milli 3 og 4 til að sækja mér samloku drykk. Ég hef ekkert borðað frá því daginn áður. Þegar ég kem tilbaka situr hjúkrunarfræðingurinn við tölvuna að spila Tetris. Hún snýr baki í drengi minn, starir stíft á breytingarnar á skjánum en missir af lífinu sem að fjara út fyrir aftan hana. Ég stoppa í dyrunum. Veröldin stöðvast. Tilfinningin eins og það herðist hálsinn á mér og mér finnst ég lamast. Ég næ ekki andanum, mér svimar og upplifi mig aleina í eyðimörk. Engin von að ná áheyrn. Gæti það breytt einhverju ef ég brjálast núna, öskra og þrykki tölvunni í gólfið? Mér yrði líklega komið fyrir á geðdeild fyrir slíkt athæfi, hugsa ég og læt það ógert. Það sem þarna að vera helsta ástæðan fyrir skrifi mínum. Hér kristallast orsökin fyrir andláti Jóels. Þetta verður að heyrast, hvað sem það kostar. Það ekki of seint. Með það dýrmætasta sem ég á, í mikilli angist á eina staðnum þar sem hjálpin að fá, þá mér neitað hana. Hvað myndir þú gera við þessar aðstæður? Svo ætla ég að lesa stuttan kafla líka sem byrjar á blaðsíðu 93 og heitir Augnabliki eilífa. Og ástæðan fyrir því að ég ætla að lesa þennan kafla að því hann mjög erfiður. Þarna var ekki aftur snúið en lýsir líka svo fallega þeirri von sem eftir dauðan. Ég sit í leysibá í stól með Jóel í fanginu, halla aftur augunum með bæn í hjarta að ég fái að fara heim með hann heilan á húfi. Að okkur verði borgið. Eiga mörg ár með honum í faðmi fjölskyldunar. Mig langar að sjá hann vaxa og dafna ókomna tíð með stóra bróður og öllum sem á okkur eru kærir. Vonin veik en samt lifir þessi litla týra og vekur á sér athygli. Jóel liggur hreyfingarlaus í fanginu á mér, andar þungt og ég sé að húðin farin að blána undir hálsinum, sem tákn að síðasta stundin nálgast. Við það dofnar vonaljósið enn frekar. Ég halla mér aftur og loka augunum. Eina bæn enn. Skyndilega finn ég að líkami hans tekur kipp. Ég lít á hann, sé galopin geislandi augun og stórt bros sem færist yfir andlitið. Hann lifnar við, augun glampa með breiða brosinu. Augun lokast hægt og rólega og brosið fjarar út með síðasta andardrættinu. Þarna fæ ég að sjá augun hans og brosið í síðasta sinn. Þetta voru sömu viðbrögð og þegar ég sagði nafni hans áður en ég tók hann upp, til dæmis úr stól eða rúmi. Nema þarna var það ekki ég, heldur annar sem þekkti og var glaður að sjá. Það var sá sem við sungum svo oft heima og í sunnudagaskólanum. Jesús. Í sjúkraskránni stendur að hann hafi látist í fangi móður sinnar klukkan 21:36. Þess vegna var lagið Augun þín flutt í jarðarförinni.
Takk hérlega. Má ég segja eitt, sko, ég svo þakklátt þrátt fyrir þetta sorgarviðburð að þetta hefur skipt mig miklu máli við mín störf sem hjúkrunarfræðing. Mér finnst það skipta svo miklu máli að ég veit hvað það skiptir máli hvernig ég hlusta, að ég sé vakandi. Og ég búin að vera svona beggja megin við borðið og stundum er það erfitt, en þetta hefur hjálpað mér og ég vona að aðrir hjúkrunarfræðingar séu tilbúnir til þess að fara í svona sjálfskoðun með það hvernig þeir sinna sínu skjólstæðingum og hlusta og horfa og eru vakandi. Það þarf ofta ekkert mikið til, það þarf bara að vera til staðar. Og þegar maður er sjálfur eins og auðbyggur hjúkrunarfræðingur, þegar maður er sjálfur sem skjólstæðingur, það er svo erfitt að standa á sínu og þurfa svo að horfa aftur á gat ég gert betur sem móðir. Það er auðvelt. Þá þurfum við að geta stólað á fagfólk sem hlustar. Og ég veit að gott getur alltaf verið betra og við þurfum að bæta okkur og það er bara það sem ég vil segja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Elva.